Velkomin í Icelandic Immersion, comprehensive Icelandic for Icelandic learners. Góðan dag og vertu velkomin í þátt númer 70 af þessu hlaðvarpi. Ef þú hlustaðir á síðasta þátt þá veistu að ég er að taka nokkra þætti upp í einu og að ég er að halda mér við ákveðið þema. Þannig í staðinn fyrir að vera með jólaþema eða eitthvað þá ákveði ég að nýta þessar vikur í millitíðinni til að tala stuttlega 3 ágætlega einföld viðfangsefni, en þó nokkuð flókin, en þetta eru þá atriði sem tengjast framburði. Í síðasta þætti talaði ég loftun, en í dag ætla ég að tala þetta sem er nokkuð sérstakt við íslensku og það er forloftun eða pre-aspiration. Loftun er það þegar við fylgjum hljóði eftir með miklu lofti, sem margir mistúlka sem bókstafinn H, en eins og við töluðum í síðasta þætti, þá er það ekki rétt leið til að skilja hljóðið. En forloftun, sem er réttara sagt kallað aðblástur, sem mér finnst vera leiðinlegt orð, er þetta þegar við setjum lofthljóð á undan öðru hljóði, á undan samhljóðum. Þetta er líklega það sem veldur því að margir tala íslenskuna sem svona loftmikið mál. En þetta er nokkuð skrítið að útskýra, þannig ég ætla ekki að blaðra of mikið einhverjar aðrar kringumstæður eða aðrar leiðir til að skilja þetta og fer beint í sjálft atriðið. Þetta hljóð verður til þegar við tvöföldum samhljóða og þá sérstaklega samhljóða sem þegar eru sterkir. Þú veist það líklega að þegar við tvöföldum samhljóða yfir höfuð, eins og í mamma, að þá höldum við samhljóðanum lengur, þar að segja í lengri tíma, heldur en við myndum venjulega gera. Tvöfaldi samhljóðin tekur pláss frá sérhljóðanum sem býr til atkvæðið. Þannig að hugsum eins og mamma, 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 mamma. Það tekur mig alveg jafn langan tíma að segja hvort orðið, en mamma er miklu styttra a í byrjun orðsins. Nenna, mamma, kenna, milla, grilla og svo framvegis. Þessi hljóð sem við getum sungið, við syngjum þau lengur og syngjum sérhljóðan styttra. Getur þú sungið P? Getur þú sungið K? Stuttasvarið er nei. Venjulega kenni ég þessa hugmynd með því að spyrja nemendan minn hvort af þessum 2 klöppum sem ég ætla að gera fyrir þig núna er lengra. Ég ætla ekki að gera það fyrir þig, kæri hlustandi, sem ert bara að hlusta á mig í eyrunum. Þetta skilar sér mun betur í mynd og er mun minna pirrandi í mynd og hljóði heldur en bara hljóði. En stuttasvarið er nei, það er ómögulegt. En hvernig getum við þá sagt 2p eða 2t eða 2k? Við gerum það með því að beita sama bragði
og við gerðum með tvöföldu samhljóðana sem við getum sungið. Ég sagði kenna áðan, K-E-N-N-A, kenna. Orðið fyrir to compete stafað mjög svipað, það K-E-P-P-A. En ég segi það ekki sem keppa, það verður ekki til eitthvað lofthljóð á milli P-anna, heldur segi ég keppa, kenna, keppa. Og hérna byrja nemendur mínir að fríka út og pæla, hvað segir að þú þurfir að setja há þarna inn? Hvar bæti ég því við? Hvenar á ég að byrja að segja háið? Og svo framvegis. Ég geri þá, alveg eins og ég talaði í síðasta þætti, að ég sýni þeim og sanna fyrir þeim að þetta ekki viðbótar hljóð. Ég ekki að bæta háinu við, heldur frekar að það verður til út af einhverju öðru sem ég geri. Ég ekki að segja há. Ég að stoppa sérhljóðan á sama tíma og ef ég væri að fara inn í sungin samhljóða. Kenna, kenna. Ég fer mjög snögglega inn á ennið í kenna. Ég næ rétt svo að láta það heyrast að ég að segja sérhljóðan frekar en einhvern annan, eins og til dæmis í kanna, to explore. Kenna, kanna. Þú nærð rétt svo að heyra að ég að segja frekar en a, og svo fer ég beint inn í samhljóðan og læt hann fá allt plássið sem sérhljóðin myndi annars fá. Þannig ég ekki að bæta hái við, ég að fjarlægja söngin, ég að fjarlægja röddina, raddböndin. Hvernig hljómar það þegar þú ert að tala og þú heldur áfram að segja hljóð án þess að það heyrist í raddböndunum mínum? Kannski hljómar það svona. Kannski endar það á að hljóma eitthvað líkt þessu. Þetta heitir að hvísla. Það það að tala án þess að raddböndin þín hljómi með. Þú hvíslar með því að hleypa lofti í gegnum munninn þinn og þú notar tunguna þína og varirnar þínar og allt annað sem þú myndir venjulega nota til þess að tala venjulega, en sleppir raddböndunum. Það það sem ég að gera þegar ég geri þetta sem heitir pre-aspiration. Keppa, sleppa, upp. Ég hreinlega slekk á raddböndunum eftir að ég búinn að segja sérhljóðan sem ég þarf að segja. Og það sem kemur út hvísl. Og hvísl vissulega hljómar eins og há. Þannig það alveg skiljanlegt að fólk haldi að við séum að koma háhljóði fyrir. En nei, við erum ekki að setja neitt inn. Við erum að framleiða hljóð sem verður til með því að við tökum eitthvað út. Þegar ég segi nemendum mínum þetta, sem eru að reyna að læra þetta, byrja strax að hljóma mun eðlilegar. Þeir fatta að það ekki svo mikið loft að fara í gegn. Það alveg jafn mikið loft og áreynsla að koma í gegnum líkama minn, í gegnum munnin minn. Það bara hljómar öðruvísi. Röddin heyrist ekki, bara talhljóðin. Þessi foröndun
þessi aðblástur. Hann kemur víðar fyrir heldur en bara í tvöföldum sprengihljóðum. Þetta gerist líka þegar við segjum ákveðin samhljóða pör. Og það eru nokkuð ákveðin pör sem ræðir. Þetta gerist þegar við segjum sterka sprengihljóða á undan sungnum samhljóðum sem við gerum með því að syngja með tungubrotin uppi á bakvið framtennurnar. Þetta var mjög flókin leið til að lýsa því að við búum til foröndun áður en við segjum samhljóðapar eins og PL eða PN. L og N eru samhljóðar sem við syngjum með tungubrotin á bakvið framtennurnar eða bakvið framtanna beinið. Ég er ekki viss hvað þetta heitir. Alveolar ridge myndi þetta heita á ensku. Þannig að PL og PN, TL og TN og svo KL og KN. Þannig dæmi þetta væri orð eins og epli. Epli. Þar heyrum við foröndun. Og svipað og ég var að segja með að keppa. Ef ég segði a competition, þá héti það keppni. Eða í sagnorðum eins og opna. Opna. Ég klára fleiri dæmi. Það til dæmis vatn fyrir water, sem ótrúlega erfitt orð að kenna fólki að segja. Áætlun, a plan, að ætla. Hekla, eitthvað sem maður sér oft í þjónustubransanum að einhver staður short-staffed. Á íslensku myndi við kalla það mann-ekla. Ekla. Og ef eitthvað symbolizar eitthvað, þá það að tákna eitthvað. Þetta staðreyndin. Af hverju við gerum það kannski erfiðari spurning að svara. Mín kenning sú að við á íslensku höfum þá reglu að við megum ekki búa til fleiri atkvæði heldur en sérhljóðarnir okkar eru. Ég talaði þetta þegar ég var að tala afröddun og notaði þá orðið vatn sem dæmi. En það væri of flókið að tala af hverju það bæði foröndun og sleppt enni á sama tíma í einu orði. Þannig að þetta mjög erfitt kennslu dæmi. Ég ætla frekar að taka eins og áætlun eða að ætla, to intend. Ef ég segði ekki foröndun þarna, þá gæti þetta hljóma sem ætla, 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 ætla. Hvað ég að segja mörg atkvæði? Ætla. Þetta hljómar eins og 3 atkvæða orð, sem orðið ekki. Það eru bara 2 atkvæði í orðinu, sem táknað með sérhljóðunum æ og a. Þannig að til að ná að aðskilja öll hljóðin, þannig að það skýrt að það eru 2 atkvæði í orðinu og ekki 3, þá völdum við greinilega þessa leið til þess að fórna hljóðum og færa hluti til þannig að það skiljast. Þannig við segjum ætla, ætla, ætla. To wake up, að vakna, vakna, vakna. 3 atkvæði, breytum því í 2.
vakna, 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 vakna. Þannig að svona virkar þessi foröndun. Í tvöföldum samhljóðum er hún gerð með því að fjarlægja hljóð, frekar en að bæta því við. Og í ákveðnum samhljóðapörum þá setjum við þetta hljóð inn til þess að fórna einhverju öðru, til þess að halda fast í atkvæðatalsregluna. Allavega samkvæmt mínum skilningi og samkvæmt því sem að ég hef náð að kenna með árangri. Þannig já, þetta er ágætlega flókin og þykkur þáttur. Ég vona að þið njótið hans. Í næsta þætti ætla ég að taka fyrir það síðasta sem væri flókið að ræða. En ég ætla þá ekki að hafa þennan þátt lengri í dag. Ef þú hefur náð svona langt inn í þáttinn, þá þakka ég þér fyrir að hlusta. Og þangað til næst. Takk og bless. Hello again, it's me. Now in the wrong language. I just wanted to let you know that if you're interested in seeing a transcription of this episode that you just listened to, or any of the other episodes, then that's available to you through my Patreon page. That's going to be within the Linktree link that you're going to see in the description of this episode. So if you're interested in finding the Patreon page, the Facebook page of the show, or even my teaching page on italki, then all of that's going to be found underneath that little umbrella that is the Linktree link there. So don't be shy, click away. Thanks again for listening, and hope you'll come again. All right, take care.